Kæru áhorfendur, það að líða að lokum hjá okkur í föstudagsþættinum á N4. María Björk hitti fyrir á græna hattinum Guðmund R. Gíslason úr Sú Ellen og félaga frá Neskaupstað og ætlar aðeins að spjalla við þá því að eftir þáttinn þá eru tónleikar á græna með þeim félögum. Takk kærlega fyrir að horfa. Sjáumst aftur á vikuliðinni og verið sæl. Já, við erum komin hérna á græna hattin og erum að fara að taka upp 9. tónleikana hérna síðan að COVID brast á og við erum búin að fá góða gesti frá Neskaupstað, Norðfirði, velkomin Guðmundur Rafnkell Gíslason. Þú ert með 2 með þér til reiðar, hverjir eru með þér? Já, það er Jón Hilmar Kárason, gítarleikari sem áhorfendur hjá ykkur þekkja nú mjög vel með þáttinn Baksviðs og Þorlák Ægi Ágústsson, bassaleikara. Velkomnir allir. Takk fyrir kærlega. Er búið að æfa lengi? Við erum búin að æfa nokkru sinnum fyrir þetta. Við ákváðum að taka þetta alvarlega og reyna að gera þetta mjög vel, sko, og við höfum ekki komið fram áður 3 saman með þetta efni, þó við höfum oft spilað saman, í hljómsveit og slíkt, sko, þannig að við erum alveg að gera þetta frá byrjun, sko. Já. Þú varst að gefa út plötu og hún hefur fengið alveg ótrúlega viðtökur. Kannski ekki ótrúlega, þú ert náttúrulega með langa sögu, búin að vera í Sú Ellen og hvað varstu, bara 12 ára þegar þú byrjar að spila gítar? Ég byrjaði bara að spila gítar eftir að Sú Ellen næst í hætti, svo ég nýbyrjaði að spila gítar, ekki góðu gítarleikari. En ég er búin að vera að syngja í hljómsveit síðan ég var 13 ára, 12-13 ára, þannig að þetta er svolítið langur ferill, já, og þetta er 3. sóloplata mín. Og ég held þetta sé í rauninni þannig að maður má ekki leggja árar í bát þó að gangi ekki allt og vel alltaf, sko. Og ég held að þessi plata mín sé núna að fá góða umfjöllun og góða dóma og fína spilun og svona, það er því maður heldur áfram og maður verður betri ef maður heldur áfram. Þetta er 3. sóloplata mín og þetta er besta sóloplata mín, þó ég segi sjálfur frá, sko. Þannig að það skiptir máli að halda áfram og þróa sig sem tónlistamann. Já, maður er ekki hættu þó maður sé 50. Nei, ég er 9 ára 50 og þá hefur maður bara einmitt rétt að byrja, sko. Maður veit svo aldrei hvað maður verður gamall, sko. Ég hugsa það líka því að maður eru átt svo marga vini sem hafa fallið skyndilega frá og ég segja líka við tónlistamenn ekki bíða í 2 ára eða 5 ára til að gefa út plötu, gerða það bara fljótlega, skilur. Þannig hef ég hugsað. Hvernig er að vinna með honum? Það er ótrúlega gott að vinna með Gumma og bara gaman að spila þetta efni því að eins og þið vitið þá er nýja platan hans alveg frábær og textarnir innihaldsríkir og tónlistin skemmtileg. Og ég verð nú að minnast líka á að því að Gummi var að tala um að hann hefði bara stuttu byrjaði að spila á gítara í kvöld, ætlar hann að taka fyrsta gítarsólóið sitt á tónleikum. Kendir þú honum? Ég svona bent honum á nokkrar nótur en svo kemur þetta bara frá hjartanu. Það er merkilegt hvað er hægt að taka mikið frá hjartanu. Já, það er alveg að gera ýmislegt, sko, og þú getur alveg búið til tónlist og kunnir ekkert byggja hljóðfæri, sko, af því að tónlistin kemur frá hjartanu, sko. Og fyrstu lögin sem ég samdi ég bara í huganum, aðeins að hafa hljóðfæri. Og þannig held ég að margir hafi sami lög sem hafa ekkert gert meira úr þeim, sko. En það að vera hvetjandi og einmitt að biðja fólk að semja í huganum, hvernig er þetta komið frá sér ef þú kannt ekki að hljóðfæri? Svo færðu bara eitthvað hljóðfæraleikara til að hjálpa þér að setja hljóma við lagið og klára það. Og það er bara, íslenski tónlistarbransin til dæmis þannig finnst mér að það eru allir boðnir og búnir að hjálpa þeim sem eru að reyna að gera eitthvað, sko. Þannig að ef þú ert að gefa út plötu eins og ég hef verið að gera, þá hef ég haft til næst frábæra vinni í Neskaupstað, Jón Knút trommara og Hafstein bassaleikara sem voru að gera þetta með mér í annað skipti, að spila með mér á plötu. Og svo að segja bara fyrir hálft ár, sko, að því að tónlistamenn eru þannig. Og þegar ég nefndi það við þá, Jón Hilmar og Þorlák koma með mér í þennan þátt, það var bara strax já. Og maður er ótrúlega þakklátur fyrir það. Þannig ef þú ert semja lag í huganum og langar að gera eitthvað meira með, þá færðu bara eitthvað góða tónlistamann með þér og hann segir næstu alveg örugglega já og klárar það með þér alla leið ef þú vilt gera það, sko. Er það ekki rétt hjá mér að þú ert tónlistarkennari? Jó, ég er að kenna við tónlistarskólann í Neskaupstað. Sérðu strax hvort börn hafa í sér tónlist? Það kemur stundu snögglega fram en nei, það getur tekið tíma að ná tökum á hljóðfæri, þannig að stundum tekur þetta 2-3 ára áður en þannig að maður fer svona að átta sig eitthvað á hvort að krakkarnir eru með eitthvað í þetta að gera. En af hverju valdið þú bassann? Ég endaði þar bara, ég vann alltaf á gítar, sko, það er svona eiginlega þróaðist út í þetta. Það vantaði eiginlega alltaf bara frekar bassaleikar heldur en gítarleikara, þannig að það er svona slegast þannig. Ég tók bassann og fór í BFIH og lærði þar. Þannig að, já, þetta er bara... Það er rosalega mikið tónlistarlíf
fyrir austan og ekki síst frá ykkar heimabæ, hvað veldur? Það er náttúrulega bara rosalega mikil hefð alveg bara langt aftur í tímann. Þetta er bara líka eins og einangrunin hafa ekki bara haft til að byrja með mikil áhrif. Það var einangra bæjar, menn þurftu bara að gera hlutina sjálfur. Það var kannski ekki alltaf eitthvað fólk til að koma sunnan eða eitthvað, það var bara ófært eins og vetrartímar og svona. Það sé ekki svona fyrsti liðurinn í þessu, já. En það var ekki ófært í dag þegar þið komuð að austan, fallegt veður? Mjög fallegt veður og gaman að rúlla hérna saman 3 til Akureyrar. Lögðum bara stað snemma dags og keyrðum í róluheitunum norður og ræddum ýmislegt á leiðinni og bara, ja, frábært sko. Talandi að ræðum ýmislegt. Textarnir þínir eru alveg rosalega djúpir. Ekki það að koma mér neitt á óvart, en af hverju pælur þú svona mikið? Svona mína fyrirmyndir í textagerði eru svona íslensku trúbadórarnir, Bubbi og Megas og Bjartmar og Bjarni Tryggva og allir þessir sem eru svona á undan mér sko. Og mér var bara einhvern veginn innrætt það af þeim sko öllum að væri betra að hafa textana eitthvað og hafa eitthvað boðskap og hafa eitthvað sögur að segja og þannig reyni ég oftast að gera texta. Mér er alveg ómögulegt að gera texta bara út í lofti sko, skilurðu, ekki neitt sko. Hver er svona sá texti sem þér þykir vænst um? Í dag hugsaði ég að sé nú Perla sem er mitt vinsælasta lag á síðustu plötu. Segðu mér aðeins til þess texta. Já, það var þannig að Halli vinur minn, gítarleikari í Súalen, móðir hans var lengi veik af Alzheimer og ég var við það bara því að við Halli erum góðu vinir hvað þetta lagðist þungt á hann og fjölskylduna eins og það gerir fyrir aðstandendur Alzheimer sjúklinga. Þetta er rosalega erfiður sjúkdómur og hann þróast stundum á löngu tíma og stundum á stuttum tíma. Þannig að sjúklingurinn hann nánast hverfur í sinn eigin huga og hættir að þekkja sína nánustu og þetta er alveg hræðilega sorglegt og ég fann hvað þetta tók á Halla og á sama tímabili voru svona, vissi ég fleiri sem voru með Alzheimer og þannig að ég svona fór aðeins að pæla í þessum sjúkdómi. Og þá verður þetta lag til og ég spila svo þetta lag fyrir Halla heima í eldhúsinu hjá mér, við erum bara 2 heima. Halli býr fyrir sunnan og var fyrir austan hjá mér og ég spila þetta lag fyrir hann í eldhúsinu og þegar lagið var að vera búið þá stóð hann upp og gekk fram og ég hugsaði með mér, heyrðu, þetta var kannski bara alveg glatað, þetta er kannski algjörlega óviðeigandi að syngja, ég horfi í augun þín grá og allt þetta, þetta er svolítið hart að segja þetta sko. Og en Halli kom svo tilbaka og sagði að ég hefði akkurat hitt naglan á höfuð og ég hefði snert taug og hann stóður henni bara upp aðeins til þess að, eins og karlmenn gera stundum, til þess að snúa sér burtu til þess að þerra tárin eða svona aðeins að herða þessu upp sko. En ég hef heyrt að tónlistin er í raun og veru það síðasta sem fer hjá fólki með Alzheimer. Það er nefnilega alveg rétt og ég veit að Þorlákur þekki það vel því að afi hans var mikið tónlistarmaður og var hann með Alzheimer? Hann var lengi að glíma við Alzheimer sko, mörg ár. Þannig að það var alveg klárt að það hafði mikil áhrif og hjálpaði honum mikið. Tónlistin? Já, það er alveg ekki nokkuð spurninga. Það kveikir á einhverju. Og það var þannig að þó hann væri, já, eins og sagt er komið svolítið út úr heiminum. Það voru settir harmoníku á hann og bara þá byrjaði hann að spila. Og Alzheimer sjúklingar líka geta oft sungið texta, þó þau geta ekki tjáð sig og þekki kannski, þá geta þær allt í einu að fara að syngja bara fullt af lögum sem er alveg geggjað sko. Og ég man eftir einu til dæmis, ég var á fundi þar sem að Alzheimer sjúklingur var að kveðja félaga sína og var með konuna sína með sér og konan hans hélt ræðina því hann var ekki orðinn fær það. Það var Jón Lundberg vinur minn. Að síðan fór hún með textabrót eða ætlaði að fara með ljóð og hún mundi ekki alveg hvernig það endaði. Þá stóð hann upp og fór með ljóðið. Þannig að það var magnað. Tónlistin er best. Já, ég get nefnilega ekki beðið eftir að fá okkur á sviðið og ég veit að áhorfendur okkar verða þakkláttir þegar þeir fá að hlusta á okkur. Bara takk fyrir að þið komið og gangi ykkur sem allra best. Takk fyrir að fá okkur.